Já, þá erum við komin í loftið áhorfendur góðir. Velkomin í KA TV. Hér er að fara að hefjast hörkuleikur í úrvalsdeild kvenna í blaki KA gegn HK. Ágúst Stefánsson heiti ég og með ykkur í kvöld og með mér er Birkir Freyr Elvarsson. Geggjaður Birkir, gaman að fá þig. Já, bara gaman að vera hérna. Vonandi gengur betur núna hjá okkur að senda út heldur en síðast. Netvandræði sem að komið vekk fyrir að við náðum að sína síðasta leik af stelpunum, en nú ætti allt að vera í standi. En já, þetta væri vantarlega hörkuleikur. Þetta er lið sem hafa barist heldur betur titlana síðustu ár og svona vöði að vera á toppnum. Já, klárlega. Þetta er leikur sem er alltaf gaman að horfa á. Þetta eru svona þeir eru svona sterkari liðunum í deildinni hingað til og þannig að það er alltaf mikið fjör. Já, klálega líka svona smá rígur sem myndast þegar alltaf að spila undir sama liðinu titlana. Þannig að já, ég reikna með hörkuleik og verður líka svona smá hasar í þessu. Ég held að vera geggjað. Já. Byrjum að kíkja á lið gestana. HK-lið er svolítið breytt frá síðustu leiktíð. En nummer 3 er Þórdís Guðmundsdóttir, nummer 4 Edda Björk Ásgeirsdóttir, nummer 5 Hanna María Freyrisdóttir, nummer 6 Helena Einarsdóttir, nummer 7 Herborg Vera Leifsdóttir, 8 Líney Inga Guðmundsdóttir, 14 Rósa Dögg Ægisdóttir, 15 Sóldís Björk Leifsdóttir, 18 Heba Sól Stefánsdóttir og 19 er Arna Sólrún Heimisdóttir og þjálfari HK er að vanda Emil nokkur Gunnarsson. Já, eins og segi það svona smá breyting á HK-liðinu frá því fyrra, en maður ræktar svona alltaf með að HK sé við toppinn. Já, klárlega. Það er reyndar búin að missa 2 mjög sterka leikmenn á liðinu, búin að missa bæði Söru og Matthildi sem fór út til Danmörkur. Já. Þannig að það er erfitt að fylla þær stöður. Já, vissulega, en frábært að stelpurnar sé að fara út og vonandi bara bæta sig enn frekar. Gott fyrir landsliðið að við séum með leikmenni að spila á ennþá herra stigið. Klárlega. Herri, svona kíkja á östuðt á lið KA. Það eru með 2, Nera Mateljan. Hún skoraði 17 stig í fyrsta leik og já, háveit af krafti. Já, vísu hérna kannski eindilega besta töfræði hérna, hún tekur 10 uppgjafir og það er 5 sem að klikka. En það er vonandi að hún á að bæta það næsta leik. En sjáum við nummer 3 að líka Króati hjá okkur, Thea Andrić. Hún skoraði 21 stig í fyrsta leik. Þannig að mætti svolítið mikið á þeim. En endalega komna til þess að skora. Magnaðar þær 2. Sjáum svo nummer 4 að er Auður Pétursdóttir. Ung og efnileg stelpa sem að kom nú alveg þó nokkuð sögu í fyrsta leik. Númer 5 er Pála til Olmó Gómez, stiga drottningin sjálf, hún skoraði 17 stig líka. Ég veit ekki alveg hvernig við erum að stoppa þetta frábæra sóknarlið KA með. Við sjáum svo nummer 6, það er Gíja Gunnardóttir, hún er mætt aftur eftir að hafa verið fjarverandi í síðasta leik. 7 er Jóna Margrét Andarsdóttir, uppspyrjun okkar. Númer 8 er Emilía Steindórsdóttir. Númer 9 er Andrea Þorvaldsdóttir, hún er enda því sem farin að vera kantur núna. Númer 10 er Lovísa Rut Aðsteinsdóttir. Númer 11 er Amelía Ír Sigurðardóttir. Númer 12 Rakel Holmgeirsdóttir. Númer 13 Valdís Kapitula Þorvaldóttir. 18 Ída Katrín Kristinsdóttir. Og þjálfari svo sjálfsögðu Miguel Mateo Castrillo. Já, eins og þú segir, þær eru þarna 3, Pála, Nera og Thea. Svolítið svona burðarásar í þessu liði og voru allan síðasta leik. Áhugavert að sjá núna þegar Gíja er nú komin líka með þeim. Hvort það ná að spila svolítið með miðunum líka og aðeins að taka pressuna af hinum 3. Já, algjörlega og líka bara svo gaman að því að Jóna er hún minnst hún alltaf að vera að bæta sig þá samt er hún komin inn í aðlandslýshópinn og allt það, minnst hún alltaf að bæta sig og hún hefur úr svo mikla að velja. Þannig að það er meira að segja að það þurfa að vera hávarta móti þessu liði. Eitthvað erfitt að spila, erfitt að ákveða hvernig þú ætlar að spila upp á. Já, þetta er mjög erfitt verkefni að ákveða það. Þetta færi að staðina hjá okkur. Og gestmis með fyrsta stigið, hún Heba Sól. Vel slegið hjá henni, bara mjög skynsamt. Já, þetta var að vera ansi
ansi hnitmið og eftir að setja boltan svona utalega og hitta völlin, það gerði hún vel. Pála missir boltan yfir og það einfallega endar í stíi. Arna Sólrún Heimisdóttir með fyrsta stíi fyrir sitt. Þetta byrjar ekki vel hjá KF-stelpunum. Nei. Klúru móttaka og auðvöldu bolti yfir og Jæja, nú móttakan betri hjá okkur. Boltinu upp á Neru, Mera. Jæja. Tók ekkert voru langa tíma að svara þessu aftur. Nei. Áhugavert að sjá að HK spila með engan líbero. Já. Hvernig líður þér að sjá svona? Ég er bara brotin eftir þetta, horfa á þetta. Já. Og já, þá skorar Jóna Ás. Og strax búið að jafna metin hérna í 2-2. Það spurning hvort það sé að hafa eitthvað áhrif hérna að vanti líbero. Það vantar einhverja frekju í afturlínu með þeim. Já. Nú ég bara að pæla alltaf að sé með líbero. Nei, ég held að sá á þann, það var engi líbero á skráði þeim. Já. Það áhugavert. Ó, sjáu þið blokkina. Já. Vel gert hjá Lóísu. Já. Ætlaði að lauma bolta frá henni en hún var bara... Ætlaði að lauma bolta frá henni en hún bara las þetta og náði að bregðast við. Svo heldur við áfram að þessar mögnuðu uppgjafir frá henni Jónu. Frábær vörn hérna. Pála bara aftur af hárninni og þær ná að bjarga þessu. Sóknarfungi mikill að kála núna. Kemur Nera og hún nær að klára þetta. Það var í gegnum hendina á henni þetta svo fast. Já, þetta heldur betur að maður telja. 4-2, 4 stig í röð. Nera komið 2. Já, ger ágætlega úr þessu, þessi bolt úti hins vegar. Þetta þokkalegu viðstöðungur, 5 stig í röð að káfa núna. Frábær hávörn, já, stelpunnar að spila frábært blak hérna. Já, þetta er allt annað að sjá þér heldur en í byrjun. Já. Vonandi bara geta verið með Jónu uppgjöf þarna og þá var þetta bara fínt. Það magnaður að Jóna svo örugg í þessum uppgjöfum að það kemur ekkert óvart, þá yrði bara þannig. Flottu bolti baka á Pálu og Pála klárar svona í 99% tilfella. Allavega, það getur voðalega spennandi að vera eini í hávörn á móti Pálu. Nei, hún hátt uppi og skynsum. Notar blokkina og allan völlin. Og þessi bolti inni, já. Annar á sína Jónu. Já, þetta frábær kafli, hérna 8 stig í röð. Jæja, þetta flott móttaka og en hávörðina káliðin áfram frábær. Já, flott blokk hérna hjá Pálu. Það smá bras á gestunum núna og Káali bara að nýta sér það
algjörlega til full, sjáðu það engin Hávörn og Pála bara bombar þessi gólfi. Ef ég væri Emil myndi taka leikli aðeins að ná að núllstilla hausinn en hann gerir einfallega bara skiptingu. Það kemur Heba og inn kemur Helena. Stóttir. Nera bombar þessu, það er frábært að fylgjast með KA-liðinu. Þetta er ótrúlega sveifla, maður. Það einhvern veginn gengur bara allt upp hjá stelpunum núna, meðan það gengur ekkert upp hinum megin. Já. Stundum bara þetta svona, þetta bara... En mér finnst þetta svona smá andleysi yfir KA-liðinu, en þess að það er mjög erfið kafli núna. Bara eins og segi, ég var búinn að taka leiklið ef ég væri Emil. Þessi úti að fellur ekkert með þeim. Já, það er spurning hvort hann fari ekki að taka leiklið bara. Já, 12 stig í röð, þetta reiknar maður ekki beint með. Þessi bolti er út, það gengur nákvæmlega ekkert upp hjá gestunum. Það reynir hún eitthvað aðeins að fara við málinn, halda áfram. En Jóna, hún er áfram í uppgjöfinni að mæði svolítið á henni. Hún hlýtur að fara þreytt í öxlinni. Já, nei, hún sækir bara á sinni hérna. Frábælega gert, 14-2. Þetta er alveg bara alveg ótrúlegt sko, það er bara ekki oft sem maður sér svona. Nei, og sérstaklega ekki leika sem maður reiknar líka með bara, stál í stál. Hún bara klikkar ekki. Þessi bolti langur, hann er út og fór hins var af Hávörninni. Hann náði að loksins að höggva á hnútinn og losa sig við Jónu Margréti úr uppgjöfinni. Spurning kastaða, þær að fengi bara það skilabóð í þessari stöðu en ætti alls ekki að klúðra uppgjöf. Besta staðan fyrir KA hann frammi og mjög góð staða með hvernig HK stóð líka. Já, það var nýtt þetta vægast vel. Jóna upp á Neru, boltinn aftarlega, hann gerir ágætlega úr þessu. Og klikkar uppspilið, hann kom boltan yfir, vel gert. Jóna yfir á Pálu. Pála, næja, flott vörn, áfram með boltinn í leik. Ser út og listilega gert hjá Valdísi. Það mátti ekki miklu muna þarna. Nei, það hefur verið hansi svekkjandi að fá hann í sig hann endanum og við mistið lappandi jafnvægi. En nei, Valdís með allt á hreinu. Aldrei hætta. Nei. Og þarna vantaði slá talanda og endar í 4. stigi gestana. Fyrsta stig hjá Líney Ingu. Virkilega flottur bolti, maður. Það er einhvern veginn bara klikkar ekki hjá þeim hérna. Það er bara einhvern veginn gengur allt upp og þetta er svo einfalt og þægilegt hjá þeim bara og Já. Bara virkilega gaman að horfa KA liðið. Ekki eins kannski HK liðið. Já, það er bara hálf svekkjandi að HK sé ekki að finna sér betur en þetta því að þetta eru 2 lið sem maður er vanur að sjá hörkuleiki hjá. En þá tekur Emil þetta margóttalega leikhlé. Það er kannski smá seinkun á KA til útsendingunni. Hann heyrir þetta seint. Gæti verið. En já, sjáum þetta stigaskorurinn að Pála del Olmo 5 stig á KA, Jóna 4, Nera 3, Lovísa 1. Hjá HK eru Edda, Líney og Heba komnar á blað. En HK aðeins 4 stig af þessum 20 stigum í fyrstu rinu. Og ég held að það sé svona
alveg óhætt að fullera K að taka þessa fyrstu hrinu með hvernig það er að spilast. Það þarf alltaf mikið að gerast ef þetta á að snúast við. Svona það gleymdi ég líka áðan að kanturinn sem var hjá þeim í fyrra, Michelle, sem spilaði með þeim, spilaði nú stórt hlutverk, hún er hætt með þeim og farin í Álftanes. Já, það er rétt. Þannig að það vantar kannski, það vantar náttúrulega svolítið, töluverð breyting á HK-liðinu frá því fyrra. Já. Þá kemur þessi völd frá Pálu og ég veit ekki alveg hvað hann er að gera hann í kjölfarið. Smá dramatístan í restina. En HK er mikið blagmenning í Kópavoginum og margar stelpur sem eru bara fengtar í að fá sénsinn í vetur. Og það var bara spenntar að sýna sig og sanna. Já, klárlega. En gæti kannski tekið smá tíma að spila liðið saman. Frábær Howard enn og aftur. En Thea kannski komið full langt. Nær ekki til þessa bolta. Já, kannski bakkaði óþar langt fyrir þetta. Voru allar tilbúin að taka boltan blokk og aftur fyrir. Já. Þá var enginn kon undir. En já, Líney fær þarna stigið og munurinn 10 stig. HK komin hérna með 2 stig í röð. Þessi er eins og langt út. Og hún er eitthvað gleymt að reikna með meðvindinum. Nera missi boltan yfir og það er séns fyrir gestina. Lítur kannski ekki alveg nægilega vel. Thea hinum megin af Howardinu og þetta endar í gólfinu. 2 nokkuð auðveldar boltar yfir frá HK en finnst ekki alveg nógu aggressívar KA-stelpunnar að taka þessu auðveldu bolta og gera það vel. Já. Á sama tíma það vantar svolítið smá tengingu hjá HK-stelpunum. Þarna voru í kringu að gefið bolta yfir og það var engin Howard þá vinstramegin KA-liða séð. En það vantar bara aðeins að séu kveikt á þeim. Tengja þetta saman, uppspilið og smassið. Við skulum sjá að það kemur kannski. Það er hitt upp ennþá. Já. Það er svo sem veturinn byrjar þetta fyrir norðan, þannig að kannski endalega á smá kuldi í þeim. Reynir að lauma en Thea alveg með hreinu. Hún er vel staðsett, fæði boltann nú tilbaka og frábærlega klárað hjá henni. Vel slegið. Thea Andrić kom með 2 stig. Þau verða eitthvað fleiri í kvöld. Virkilega skemmtileg viðbót við KA-liðið og Thea Andrić. Já, hún mjög flottur, bara eiginlega alhliða leikmaður. Hún slær kannski ekkert rosalega fast en hún gerir það bara mjög vel. Góður varnarmaður og góður í móttök og... Já, þá endur akkurat setur hún boltan upp í loftið en... Já. En skítur skeður. Skítur skeður. Já, 19-7 hérna staðan í fyrstu hrinu og að haldast bara þessi munur fyrir að KA gerði hérna ófá stigin í röð. Já, þetta er ekki svona út að segja. Liðin séu bara svolítið að bíða þegar þessi fyrsta hrina klárist og geta að fara að byrja á næstu hrinu. Úrslitinn er ráðið fyrir tölvöru síðan. KA búið að gera líberóskiptingu. Já, Rakel Hólmgeirsdóttir, ung og efnileg stelpa, fær hérna sinn. Og... Þá er Þórdís Guðmundsdóttir komin á blað. Vantar þarna smá talanda hjá KA-liðinu og þessi bolti endar í gólfinu. En já.
Pála tekur þetta vel. Jóna upp á Teu. Nei, Neru fyrir ekki og Nera og setur hann út. Já, þessi menning í blækjunni að bæðileg fagni, ég er alltaf mjög gaman að þessu. Það er alltaf verið að trikka dómarann, sko. Við getum ekki beðið eftir ykkur hlaupi á okkur og reynda að fá víti eða eitthvað svoleiðis, sko. Einmitt. Það er líka kannski erfitt í öðrum greinum að fagna og reyna að fá markið. Já, það væri bara skrítið, held ég. Þetta er flottur bolti og Pála nær ekki að stýra þessu og Helena það er að dreifa stigaskorinu vel, gestirnir. Já, það fá allar að prófa. Já. Það fyrir öllu að við erum alveg liðsheild. Þetta er flott. Og ég held að þessi hafi bara farið í netið. Ég held að hann ekki farið yfir netið hjá niður þarna. Það sýndist það, bara beint í netið og niður. Já, HK er komið 4 stig í röð. Það skildi þú aldrei verða að myndi ná að gera eitthvað úr þessu. Pála er smá vandræði með þetta en boltinn áfram á Neru. Og þá kemur Gíja með sitt fyrsta stig, flottur bolti. Kunnulegir þetta á Gíju, þetta við séð nokkur sinnum áður. Við höfum séð þetta áður, já. Gerir HK skiptingu og út af fyrir Hannamari og inn kemur Herborg. Já. Sem er, já, hún var ekki held í HK í fyrra en hún hefur verið í HK áður svo. Já. En nú er ég svolítið forvitinn, ætli HK sé bara ekki með líbero í vetur eða ætli það vanti í liðið í kvöld? Nú hreinlega veit ég það ekki. Það er mjög svona áhugavert að sjá lið í efstu deild ekki með líbero. Já. Kannski verið ódýrar að kaupa búningasettið bara allir eins. Já, bara eitt búningasett og málum dött. Það er allavega hugmynd. Já. Hvað sé, HK að gera aðra breytingu? Hver fór út? Ég er bara, hann misti af því. Þetta var flottur ás. Já. Beint á línuna. Já, Eddu. Þórdís, það ekki, fór hún ekki út og inn kom Sóldís. Jú. Það var svolítið þannig. Það kemur. Mér er ekki alveg að smassa hana bolta. Fín hávörð. Lovísa með eiga. Hún er rosalega nösk að koma sér í stöðu þetta miðinni. En það dugar ekki þarna. Og þá tekur Káa leikli. Matthjó er hann eitthvað stressaður. Já. Þetta stressu týpa. Matthjó, nei. Alltaf og rólegur. Mjög róleg týpa. Það verður að vera smá blóðhitt í þessu spámennum. Það er bara eins og að vera. En já, HK er búið að vera svona hægt og bítið að koma sér aðeins inn í þetta. Hvort það sé of seint verður bara komið ljós en við ætlum að séð ótrúlega hluti í blækinu. Já, klárlega. Við erum bara aðeins búið að slakna á KA-stelpunum. Svona svolítið bara. Það eru bara að reyna alls konar nýja hluti eitthvað og kannski slá óþarlega fast og að slá í netið og meðan að HK er bara að gera einfalda hluti. Já, og hefur líka volið helling að segja fyrir HK hvort sem er náða að koma tilbaka þessar hreinu eða ekki að alla vera komnar í gang. Vera búin að finna taktinn. Já, klárlega. Ég meina, ef þeir hefði tapað þessu hreinu 25-2 þá hefði verið rosalega erfitt að koma næstur hreinu. Já, maður hefði haldið það. En það er þægilegur að koma svona hóðbúin að náði vinnað upp aftur. En þetta er flott móttaka hjá Theo og reynir að lauma og Jóna gengur ekki. Kemur Nera og þetta þarna þekkjum við Neru.
Það mæði svolítið á hártinni á HK þeir eru með þessa frábæra sókn. Já. Og Hágeir enn að skiptinguna. Já. Edda út og Rósa inn. En spurning hvort það sé komið smá kvíði í gestina. Það Jóna Margrét komin í uppgjafarstöðuna. Hvað voru þetta 14 stig sem skoraði, eða sem kom í kjölfarið á hann? Já, eitthvað svo leiðis minnum mig. Já, 3 duga núna. Þetta flottur bolti en virkilega vel gert hjá Rakel hérna í líbérastöðunni. Og þessi inn. Já, vel slegið á hann. Já, Sóldís Björt. Konublaði hérna. Það ekki margar eftir sem eftir að skora hjá gestunum. Hvað, tekur Matteo það aftur leikli? Tekur Emil leikli held ég. Já, aðeins að skerpa á hlutunum fyrir loka kaflan. Já. Já, engin breyting á KA-liðinu. Bara klára því að reyna bara að sigla þessar fyrstu reynu heim. En ég alveg viss það að næsta reyna hún verður jafnari og meira spennandi. Það komur svona ákveði jafnvægi í leikinn núna. Já, ég heldur við höfum alveg reiknað með því. Valdís svona ákveðra síðstundu að reyna við hann. Bara mjög flott uppgjöf hjá henni. Já. Sóldís kom með 2 stig núna á skömmum kafla. Vel gert hjá henni. Og hérna aftur á sjá henni. Og hún er nú aðeins 5 stig. Já, það skildi það aldrei verða. Þessi svona langur eins og það var þessu styttir heldur en ég held en datt svakalega hann með restina. En hann sluppið með þetta, hann var úti. Þannig að Káa vantar 2 stig til að klára þessa fyrsturinn og ég held svona stelpur sig svolítið búin að bíða eftir og hún klárist þessi. Svona, finnst það aðeins á búin að vanta aðeins upp að einbindinguna núna undanfarnið. Þetta vel klárað. Hún Heba Sól. Já, bara virkilega skemmst hjá henni, bara í blokkinn og út. Já. Beið líka svolítið með að slá bolta, þannig að sá eða Háartin var á leiðinni niður og það kannski haft erfiðar að stýra boltanum. Já. Og þá gerir Káa skiptingu og Andrea kom inn fyrir Neyru. Já. Og HK-megin kemur hún Hanna-María aftur inn á. Já. Flottu bolti, við kemur Pála innum megin og þetta. Þetta var flott. Það finnst bara svo magnað við Pálu, hún virðist hafa svo lítið fyrir þessu. Það eru 2 vel staðsettir í hávöldinu, hún hefur ekkert fyrir því að smegja boltan fram í þeim og beint í gólf. Já, þetta verður ótrúlega eitthvað einfalt og þægild fyrir hana. Já, hún þekkir það líka lítið annað en að sigra hérna fættu sigurvegari og það er svo Pála smá að klára þetta. Nei, flottu varnarleikur hérna.
Það var að Thea Andrić sem fara að reyna, en hún blokkuð. Og mér sýnst að hafa verið hún Heba sem að stöða hana þarna. En það gefast ekki upp. Það gefast ekki upp. En það gefa eins og upp. Það stigspunur þar á. Aðeins. Kemur Thea, setur þetta í netið. 4 stiga munur, en þokast það nær. Það fínn stöðningur sem stelpurnar að fá úr stofunni. Þurfa að ná kannski smá extra til að keyra þetta heim. Það 1 stig sem vantar. Og þarna kom það. Kannski hálfsvekkjandi eftir flottan karakter hjá HK að tapa sig svona. Já, þessi síðastu uppgjöf var svolítið andað við byrjunina hjá þeim. Já. Svona það gekk ekki alveg upp. Já, þetta var alveg magnað. Vissulega var KD að spila mjög vel, en það gekk ekkert upp í HK. Það komið með boltan og endaðan úti. Já, og svo náðu þeir nú að laga þetta og voru bara skynsamar og gerðu bara einfalda hluti og var ekkert að flækja það og skoruðu fullt af stigum. Já, og já, eða svona... Fóru úr hvað, 14-2 í 25-20? Já, 20-25 sigur. 23-20 eða ekki? Mikið ekki 3 á tímabili? Jó, getur verið. Já. Já. Stigaskorið á Káa, Pála til Olmo Gómez stigast með 6, Nera Mateljan 4, ásamt Jónu Margréti Arnarsdóttur, Thea Andrić með 2 og það Gíja og Lovisa báða með 1 stig. Já, HK, þar Líney Inga, Sóldís Björt og Heba Sóla alla með 3 stig, Edda Björk og Helena báða með 2 stig og Þórdís Guðmundsdóttir með 1. Sjáum hérna tölfræðan fyrsturinu, 25-20 sigur Káa eftir að Káa hafði einmitt leikt 14-2 eins og við vorum að tala um áðan. Það kunnulega tölur úr Íslands sögunni, 14-2. Káa leiddi mest eins og 27 með 13 stigum. En já, eins og segi, HK mæga það gerir mjög vel í að koma tilbaka og svona bara vel gert í HK að koma tilbaka, en kannski svolítið létt líka á stelpunum að hleypa þeim tilbaka. Já, eins og segir, vissulega náði HK að finna sinn takt betur, en eins og maður sá það svona einbeitingarlegt sem var svolítið að gera vart þessi á Káa-liðinu og svona gera kannski svona mistök sem maður ekki vanur að sjá í stelpunum. Þannig að núna kannski smá krefjandi að koma sér aftur í gírinn. Já, þeir byrjuðu rosalega vel og voru mjög fókuseraðar og agaðar og fóru bara fulla ferð. Svo bara gefa bara eftir og fara bara óþolinmóðar og eru bara að taka heimskulegar ákvarðanir og eiginlega bara grafa sín eigin gröf þarna. Já, það sluppum með þetta og sjáum við hvernig þetta spilaðist þessi 12 stiga. Ekki gera svona. Já, þá þetta fara að hefjast á okkur hérna önnur hrina. Eins og segir, það verður svona ágætt að sjá hvort að Káa-liðið finni aftur taktin eða hvort að HK sé kannski smá yfirundir núna. Svona, Dóra hafi tapað sér hrinu, á kannski svona smá byrjundir seglinu núna. Já, það er bara Káa að koma á fulla ferð aftur. Bara Jónu að fá 14 uppgjafir núna fínt, bara byrja á því. Já, það einmitt. Allt sem að gæti bent til þess að því að Jóna byrjar með það og kemur þessi bolti af netinu en frábær móttakaði ná að verjast þessu og svara bara vörn í sókn og fyrsta stigið gestana og þær losa sig við Jónu strax. Það var svona hálf klaufalegt hjá Káa-stelpunum. Var enginn tilbúinn í þetta? Já. Það er kannski bara að reikna með að það myndi ekki ná að eiga að vinna boltar á Jónu fyrst hann fór á netinu en
Það gerði það hins vegar vel, en missinni uppgjöta hjá henni Eddu og staðan því jöfnuna 1-1. Þessi langur frá Neru. Já, þessi fór eiginlega bara upp hjá henni og kom aldrei niður. Já, það var ekki gaman að það var sko allir á bandi HK sem kölluðu út þarna. Þannig að Pála aðeins að tegja sig aftur hérna bolta og nær hún ekki yfir. HK 3, KA 1 hérna í upphafi annar hreinu. Það kannski eins og við segjum, þetta er svona hrutni úr aðeins byrjur að snúast með HK og nú er það kannski okkar að sína karakter og koma okkur aftur inn í þetta. Já, þetta er allt eitthvað svona hálf klaufalegt hana finnst mér hjá þeim. Jæja, vel gert því Jónu náða að kýla það bolta upp. En sensin er hjá HK. Kemur Pála og það er ekki sögum að spyrja. Ég ætlaði að segja, ef ég væri með Pálu liði, ég myndi bara setja boltan á Pálu, en svo erum við alltaf með svo aðrar magna sóknarmenn líka, það meikar ekki sens að hugsa bara svona. En það er kannski vörnin sem þarf að bæta hjá okkur. Já, vörnin og bara tala meira saman, bara yfir höfuð. Og þessi bolti frá henni Líney endar í gólfinu eftir að svona hálf flæktist í áhortinu okkur. Já, K.A. er svona að taka út öll mistök sem þau gerðu ekki fyrir fyrsturunni. Já, ok, Jóna nær að stýra þessu bolta upp aftur. Við sér það er svona smá brasa á okkur. Og HK er bara að gera mjög vel úr sínu. Þannig að nú kemur bolti frá Jónu. Thea reyna að lauma og gerir það frábærlega. Já, og það bara K.A. aðeins að skerpa á hlutunum og laga þetta. Vonandi að fara að rökku í gang. Já, en mér finnst þessi vörnin á móttakan hjá HK er orðin ansi öflug. En þá er gott að eiga eina svona inni líka, Anna Gíu. Gott að eiga eina Gíu. Já. En betra að það væri tvær, en það er bara því mér ekki bóði. Gíja kom með 2 stig. Þetta er flottur bolti. Já, það er halda frumkvæðinu áfram. Já, þessi bolti fulllangur. Hvernig er það, Birgir, hvenær er næsti leikur í okkur köllunum? Heyrðu, það er bara núna á laugardaginn á móti HK. Já. Í bænum. Það er magnað. Bæði hjá meistaraflokk og hjá fyrstudeildinni. Það er vantarlega hægt að fylgjast með því bara á streymisveitu BLI. Já, ætti að vera það allavega. Það er ekki bolti hérna afturlínu Smas, en flott vörn með Pálu. Kemur boltinn upp að Neru, Nera híkar aðeins en klárar þetta enga síður. Frábærlega gert hjá henni. Já, þetta er svona
Það ennþá svolítið hnökrar í sig hjá þeim. Það gengur ekki alveg að vel á þann. Já, en svona eins og segja, einstaklingsgæðin í Neru þarna að ná að klára þennan bolta þráttur að svona smá óstöðuleika í. Kemur hún núna aftur, þetta hann háan og Þarna var bara samskiptilegi sig á Háká. Já. Ef þið haldið það sem auðspyrjar að þau kannski bara kalla næsti þarna, það er langur bolti eða langt frá. En Nera allavega fagnar þessu, hún fær þetta að skráða sig. Já, vel gert hjá Valdísi. Og svo frábær hávörðin hinum megin. Já, mér finnst þetta svona flotti taktar sjálfstöndunum hjá báðum liðum. Já, þetta er svona bara mjög fínt hjá þeim. Já. Já, hún kemur þessi bolti Thea tekur við boltin upp á Neru, Nera frábær bolti á Neru skýrar sér vel í gólfið. Nera kom með 7 stig. Það var bara engin lípur á vellirum, það er ekki oft sem að sé það. Nei. En KH heldur áfram þeirri stöðu, þessi var úti. Jæja, Gía áfram uppgjöfinni. Fínn bolti en móttakan í góðu lagi. Jóna velur Neru, Nera. Já, setur hann út. Hvað, Matteo að beðum tvíslag á hákáðan á hann? Maður hefur alveg séð að dæma á svona áður en þetta var nú alveg innan skekkjumarka held ég. Já. Það allavega öskra ekkert á mig allavega. Nei. En já, 9-7 hérna í annar hreinu og þetta er áfram bara jafnt og spennandi. Upp á til afturlínu og allt inn í netið og tilbaka. Vistu eiga aðeins inni hjá Theu. Já. Hún er ekki eiga kannski sem besta dag. Já, Íslandar sem höfður að leita kannski meira að Neru og Pálu til þessa en Lovísa, já. Já, gott stig á Lovísu, kom með 2 stig núna og hún er að reyga flottan leik, hún finnst líka bara aðdáunarvert, hún er rosalega snögg að koma sér í stöðu í hárninni og bara hún er með fókusinu alveg á hreinu. Já, hefur búin að bæta sig alveg helling. Og þetta er ást hjá Jónu. Já, það er alveg ótrúlegt hvað Jóna er öflug í að skora þessa ása. Var með flesta ása í deildinni í fyrra. Kemur þá lítið og það er þið aftur raunin í ár. Og þetta kemur svona næsti. Já. Já, það er með öll 6 stigin eru ásar. Já, það er vel gert. Já. Þið verði fleiri núna. Krefindi bolti en og móttakarinn í lagi.
Vörnin góð hjá Káa, kemur Nera. Jæja, hún skorar. Heppin að hann blokki voru ekki konar með hendurnar alveg yfir netið, þannig að hann lag niður með þeim. Já. Og við höldum því áfram Jónu Margréti í uppgjafastöðunni. Jæja. Kom boltanum yfir en það er rosalega erfitt að eiga við þessa bolta. Eftir þægileg bolti fyrir Káa-liðin. Hvað gerum við núna? Bolti tilbaka á Pálu og Pála er ekki besti boltinu á hana. Þetta stökkar tilbaka. Og Þórdís með sitt 3. stig þarna fyrir gestina. Já, þessi inni. Emil er ekki alveg sammála en það er eins og vorum að segja á það er svo sem í blakkinu að það er að gera reyna mótmanna þessu og hafa áhrif á dómarana. En þetta var vel gert þegar Arna Sólrún komin á blað. Já, vel slegið hjá henni bara vel slútt að stelpunum hana, hápastelpunum. Munir svo miklu þegar það er ná móttökunni góðri. Það er lentunni smá vandræðum, sérstaklega þegar Jóna var með sínur uppgjafir, en þetta er allt annað. Hanna þekkjum við til Andrić. Það var vel gert. Smell heiti boltan. Ja, Lovísa í uppgjörinn fyrir Káa-liðið. Taka svo vel á móti og er séns fyrir þær og nýtir sér hann. Já, Líney kom með 5 stig. Hún er bara fínan leik. Já, bara það er bara allt annað að sjá Háka-liðið núna heldur en var í byrjun fyrstu runnar. Já. Hörðu, þetta var áhugaverður rás. Og já, Arna Sólrún farið að sjá það sig. Skoppaði þarna á netinu og hann fór allt í steik á Káa. En nærið ekki núna. Ég finn samt þessu segja núna þó að muni kannski 3 eða 4 stigum að liðinu. Við veist samt svona Káa-lið vera með svona ágætist taka á þessu. Já, það er svona ekki til að vera kannski til að vera stressaður yfir. Já, kom reynda að það frábær stig hérna hjá Hönnu. Sá að hérna var galopið risapláss. Við erum vantaði svolítið í varnarleikinn hjá Káa-stelpunum. Það er eins og að sé harpa eitthvað á gólfinu eða eitthvað, getur ekki hreyft sig. Já, ég veit ekki betur en að það verður vel farið yfir gólfið en gamla góða harpa í sig, það getur nú stundum alveg gefa hann auka kraft. Já, það getur gefa hann auka grip. Já. Þessi bolti var allan daginn inni. Sjálft séð hjá Valdísi að láta svona bolta fara. Já, bara svolítið vel inni. Já. Þetta gerir stundum. Já. Bara góð uppgjöf og dettur hratt og vítið að þetta gerir því. Já, en það var Valdís fljóta. Það er bara sig og áfram gakk. Boltinn hérna á Pálu afturlínu og hún er að skora.
svona eins og ég segi, sko, mér finnst Kávalið, sko, þegar það er bara hálfpartinn nenna þessu að vera á fullum krafti, þá finnst mér við fáum eitt stig strax. En við bara vantar stöðuleikann. Já. Það vantar svolítið hjá þeim. Einmitt þessi stöðuleiki bara og halda áfram af fullum krafti en ekki komast bara 4-5 stigum yfir og stoppa síðan. Já. Það er svona hálf fyndið að segja þetta sko á móti HK sko, en eins og ég segi, þessar breytingar á HK-liðinu eru kannski þannig að mun taka HK smá tíma í vetur að spila sér saman. Þannig að kannski fínt að fá að leika mótið þeim snemma. Já, klárlega. Má alveg reikna með því að það verði töluvert betri þegar líður á tímabilið, spila sér betur saman og spurning hvort hann á að finna sér líbero einhvers staðar. Já. Það myndi að telja það vanti kannski eitt góðan líbero. Móttakan hefur búin að vera svona allt í lagi hjá þeim en það er búin að klikka illa inn á milli. Þannig að kannski vantar einn varnar sérfræðingarna. Það kemur Thea með hennar bolta. Með flott vörn hana og hávörnin í lagi og heldur betur það. Jæja, fyrsta stig hjá Jónu sem er ekki úr uppspili. Uppgjöf með ekki uppspili. Er þetta skor úr því? Það er ýmislegt hægt. Já. Jæja, Thea Andrić. Þessi bolti langur en góður enga síður og reyna að lauma en Pála er vel á varðbergi, kemur Nera hinum megin. Áðin kraftin úr þessu. Emil vil þá tvísla, ekkert svoleiðis í boði, það höldur bara áfram. Jóna yfir á Neru, Nera, hittar hann út. Ég er ekki alveg að skilja, Emil er að biðja með tvísvar eða þrísvar tvíslag á Jónu. Ég er ekki alveg sannfærður að það sé rétt. Spurning hvort hann sé eitthvað að reyna að æsa Matteo á hinni línunni. Já, það vantar oft ekki mikið upp til þess að æsa Matteo. Nei, það er eiginlega bara frekar lítið. Kemur Gíja, hún er blokkuð en boltinn áfram í leik. Kemur Nera. Ja. Valdís vel staðsett þarna, Jóna upp á Pálu. Pála, var það í afturlíkinu og þurfti að stökkva ansi aftarlega til að ná þessu bolta og það var erfitt. Og þá tekur Matteo leiklega. Já, HK búið minkið í 2 stig núna. Já, ég bara veit hreinlega ekki alveg hvað að segja. Þessi sko, mann kannski finnst Kávalið eiga að vera með þetta en HK-liðið sem þessi gefst aldrei upp, er að nýta sér það að við séum kannski ekki alveg eiga okkar leik. Það getur alveg stólið þessu. Já, klálega. Bara svolítið svekkjandi líka sem við veit alveg að Kávalið getur mikið betur. Bara sé það spilað mikið betur en þetta. Já. Þannig að það er eiga helling inni. En það er kannski líka eins og við höfum svolítið talað um hérna í þessum fyrstu leikjum að liðin það var aðeins öðru sem undirbúrstímabil en liðin kannski fóru seinna á staðir en venjulega og spiluðu kannski fáa eða eins og hjá Káa enga leiki. Þannig að svona það er kannski alveg eðlilegt að stöðuleikinn sé ekki alveg til staðar. En við bara setjum alltaf svona kröfu á stelpunum okkar. Það eru bara einfallega búin að vera það magnaði síðustu ára. Maður er bara með smá kröfur á þær. Já, klálega. Já, þessi bolti var allt og neðarlega. Og Káa fær þarna út í stig. Hann er ekki að skrá þetta stig bara á Matteo. Jú, þetta er svolítið svona þetta hjálfarans stig. Það er í bandara með þetta, ná honum yfir.
Boltinn upp á Neru, Nera blokkuð og frábært stig hérna. Þarna var álgert klúður hjá KA-stelpunum. Fá mjög auðveldan bolta yfir, enga veginn tilbúnar í hann. Já. Og bara gera það verkum að Jóna hefur einn valmöguleika að spila kantinn og þær voru tvær þar að blokka. Já, það er bara lási í þetta. Þetta var líklega þessi bolti var að fara. En já, þetta var svona hálf óvanlegt því að maður sá að HK-liðið var í vandræðum með þetta, myndi sem það koma boltanum yfir. En það var mikið pláss á milli fram á afturlínunni hjá okkur og það var ekki alveg það sem við vildum sjá. Það kemur skortur á Sóldísi og hann er inni 19-18 núna, einstigs munur. Já. Þetta er ekki alveg að ganga á stelpunum núna. Nei, en eins og segi bara áður, prós á HK-liðið, þær gefast aldrei upp og þær eru heldur betur búin að vinna sig vel inn í leikinn. Klálega, það er bara, það er allan heiðurinn að þessu. Þessi var tæpur, hann endar á að taka hann. Hún Líney og þessi bolti endar ekki bara netinu. Jó, það sýndist það, beint í netið og niður. Já. (20-18) og þá kemur helstu vandræði HK-inga í leiknum til þessa, Jóna Margrét í uppgjöfuna. Upp í loft með tuðurna, segir Emil. Það er ekkert að flækja þetta neitt. Já, þá myndi akkurat vandræði með það, en komum boltanum yfir, kemur Pála. Flottur bolti og hann endar úti. Já, Pála del Olmo kom með 10 kvikindi. Pála er búin að spila mjög vel í dag. Hún spila bara skynsamt. Já, bara eins og maður gerir bara alltaf að kröfu á og hún skori 15 pluss stig í leik og hún fer alltaf svo létt með það. Hafna klúður á Jóna. Já. Fyrsta klúður henni í dag. Já. Í uppgjöf, ekki? Jú, fyrsta klúður á uppgjöfinu, já. Og maður ekki bara fullir það og líklega bara svo eina. Já, ég skulle vona það. Hún er ekki vön að setja þetta í netið. Mér finnst allan að mér er skemmtilega að sé ása frá henni heldur en klúður. Já. Næja. Og HK svarar í sömu mynd með beint í netið. Það er spurning hvort að Emil hafi sagt stelpur gerið eins og Jóna. Spurning. Það virkaði ekki alveg þarna. Nei. Sjáum við hérna KA-lið búið á 9 stig eftir í vísindar uppgjafir og HK gegn aðeins 2. Það er rándýrt. Já, það er bara munurinn sem er. Þessi 3 stig sem munar. Já. Og þá gerir KA breytingu. Andrea að koma inn á fyrir Neru. Já, að reyna að skerpa aðeins á vörninni. Fá Andreu sem er vanlega líbero að koma inn sem fyrir Neru til að spila bara afturlínu. Já. Já, Hálið kemur sér yfir og flottur bolti frá Jónu. Það er á tvíslag hérna á Lovísu og þá kvittar hann Matteo. Við erum bara svona að gera bara uppsafnað. Það var búið að biðja svo oft þetta að kannski verið komið tími til að vera í einu sinni dæmt. Já, þetta er svona
Þetta var alltaf ekki gróf snerting allavega. Nei, kannski svo sem alveg rétt. Boltinn fer ekki á stefnu sem hún er allar að setja hann í. Herru, þarna kemur ás frá Sóldísi. Það eru svolítið að leika sér og það boltan bara pompa niður og við erum svona í smá vandræðum með að lesa boltan. Annað þriðskipti sem við endum í þessu. Og Háka getur skyndilega jafnað metin, en þessi er eins og alltaf langur. Hefði þurft mikið þess að þessi myndi detta niður og það inn á völlinn. Já, þessi var aldrei á leiðinni. Káa 2 stigum frá því að taka aðra hreinu. Það væri mjög sterkt að klára þetta og koma HK einmitt bara í það erfiðu stöðu að vera 2-0 undir. Og missa hérna boltan yfir og þarna lúrir Thea Andrić. Fótt upp á Lovísu, en það ná að bjarga þessu, vel gert hjá HK-liðinu. Það er bara baggirinn hérna, fínt að vera örugg á þessu. Og sjáu vel gert hjá Andriðu. Gíja setur hann út og HK er enn á lífi. Þetta verður æsi spennandi. Já. Mér sýnist þeir meiri rígur á milli Emils og Matteo heldur en. Heldur en leikmannana? Já. Já, enda svo sem hafa þeir háð ansi marga rimmur núna síðustu árin. Mikið svona sálfræðistríð á þjálfurunum. Já. Hvað ætlar hérna að leggja upp og hvernig á ég að bregðast við og allar þær pælingar. Valdís gerir þetta vel, boltinn upp á Pálu. Pála, það ná að bjarga þessu en ekki nægilega vel og Pála til Olmo. Klárar þetta verið Káa 25-22 sigur í annar hreinu og Káa er komið í 2-0. Já, þetta var óþarflega spennandi. Já, en eins og ég segi bara HK-liðið, þær eru að gera bara vel úr sínu. Já, ekki að taka neitt af þeim, þær eru bara að spila rosalega vel. Já. Það er bara mikið hrós skilið fyrir hvað það er að skila sínu bara. Já, sammála því. En á sama tíma, Káa-lið má þarna vega, það er náða að klára þessa hreinu. Það er auðvelt kannski að, í pyrringnum, þú veist þú átt að gera betur, hitlið er alltaf and ofan í þig að ná að klúra svona stöðum en þarna kláruðu þetta. Já, klálega. Það er mjög erfitt að spila svona. HK er að spila fantagóða vörn líka. Þannig að þetta eru mikið þolmaðisverk næsta hérna líka. Að ekki gefast upp, bara halda áfram og halda áfram. Það mun alltaf koma til með að sækja eitthvað og skora eitthvað á bolta. Við bara má ekki stoppa. Við verðum bara að vera rólegur og halda áfram bara næsta stig. Algjörlega. Sjáum hérna stigaskorið að Káa. Pála til Olmo Gómez stigaðist með 11 stig, Nera Mateljan 8, Jóna Margrét Alvarsdóttir með 7, Thea Andrić 5 og það Gíja og Lovísa báðar með 2 stig. Hjá gestunum þar er Líney og Sóldís stigast með 5 stig, Heba Sól 4, svo er Þórdís, Hanna og Helena alla með 3 stig og Edda Björk og Arna Solrún eru með 2 stig hvor. Virkilega gaman fyrir HK og Sóldís er að koma sterk inn, kemur á bekknum inn og er búinn að skora 5 stig fyrir þær. Já. Virkilega bara björt framtíð hjá henni. Já, ekki framsókn. Jæja, þessi önnur reyna 25-22 sigur Káa. 11 smesti hjá Káa gegn 8 og það er svona helsti munurinn. Að
Já, Káali er að spila svona jafnari sóknarleik en samtíma er HK að spila betri varnarleik. Já, klálega og HK bara er að verjast öllum boltanum meðan að KA stelpunar virðast vera frekar svona frosnar í spórunum í vörninni. Já, og koma allt og oft fyrir að það eru bara risasvæði sem bara gleymast. Einhver er það ekki að færa sig eða bara búin að fara að hlaupa út úr stöðu. Já. Þetta er eitthvað sem maður þurfa bara að laga og ef ég þekki Matteo rétt, þá er nokkuð vissum að sem er nokkra klippur þá á morgun sem hann mæti með æfingu og sýni þeim. Já. Það er ótrúlega gaman líka hvað Matteo hefur lyft sérstaklega kvennaliðin okkar upp á hærra plan. Rosalega metnaðarfullur í því sem hann gerir og maður sér það líka bara á hvað ungu leikmennir okkar hafa bætt sig mikið undir hans stjórn. Hann er að leiðbeina svo mikið, þetta er ekki bara að leikur gefa okkur besta. Já, hann gefur ekkert eftir. Já, hefðbundur uppstilling á KA-liðinu. Þessi fyrsti bolti beint að Pálu, flottu bolti, Jóna. Þetta er ekki alveg. Nei. Já, ok. Jóna hoppa á alla bolta núna. Og svo dæmt tvíslag hérna og KA-liðið fær fyrsta stigið. Eigum við ekki að segja bara til nokkuð sanngjarnt. Það dæmdi tvíslag aðan á Lovísu núna á Hönnu. Jó. Það er fyrir öllu að sé dæmt alveg eins báðum megin. Það ætti báðir þjálfararnir að vera sáttir og getur rólegir. Ég heldur enda að báðir verði frekar bara pirraðir í dóttursöndum og dæmdur á þá og það er allt í steik hérna eftir. Pála, frábær bolti frá henni að vanda. Tólstiga Pálu og Jóna því áfram í uppgjöfinni. Missa boltan yfir og það er dæmt seiling hérna á Neru. Já, ég held það sé rétt. Mér sýndist Nera að fara yfir netið. Já. Þegar uppspilin er að spila upp. En spurningu var þessi bolti ekki að leka yfir? Það eru eitthvað að ræða málun hérna. Jæja, áfram með smjörið, þetta stendur. 2 fyrir KA og HK í uppgjöfinni. Allt í svolítið pirruð sjálfan sig, hann sleppur og enda með stíi hérna frá Pálu. Lekur niður. Já, Valdís bara reið út í sjálfan sig þarna. Já. Veit sjálfan sig bara að heyra það. Alltaf er einhver átt að heyra það. Það er líka sýningar bara metnaðin hjá henni. Það er ekkert bara einhver er að berga þessu. Hérna Nera misla sinna bolta eitthvað. Enda svo sem alltaf háurðina frá Líney. Nera kannski ekki okkar sterkasti varnarmaður. Nei, vissulega líka það en svo samtlæði eins og segi líka kannski erfiðar að þessi boltana hrekkur af háurðinni. Það er enn einn uppgjöfin hjá gestunum sem endar í netinu og eins og segi í leik eins og þessum sem er að spila móti kannski KA-lið sem er allavega skrefið framar allavega eins og staðan núna, þá er það rosalega dýrt hvað er að klikka mörgum uppgjöfum. Já, þetta getur verið með dýrt þegar að lengra er komið.
enn og aftur eins og segir, það að gera vel í að bara sjá það að við erum bara ekki að standa ægilega vel. Nei, það er allt og margir svona auðveldir boltar sem að detta í jörðina. Það vantar bara að þeir eru bara að fá 1-2 varnir og þá vonandi hrekkur þetta hjá þeim í gang. Já. En við erum bara svolítið að njóta góðs af því að það eru bara allt og margar uppgjafar að klikka hjá gestunum. Þessi komnar 12 uppgjafar í heildina sem hafa farið forgörðum hjá þeim. Já, ég meina ef það er gefa alltaf upp í neti hvers getur sem bolti leikur í jörðinni hjá okkur, þá er þetta alltaf læg sko. Já, en sér það KR aðeins klikka 2 uppgjöfum, það er rosalega munur. Það kom boltan yfir. Nú er svo við lag, Jóna velur, Tea, aðja, þröngur stöður þarna. En boltinn í netið og Káalið fast í. Já. Fín uppgjöf á Pála og fín móttaka. Já, þessi var mjög tæpur en úti var hann. Benni alveg með þetta á hreinu, enda með gleraugu. Já. Það er magna hvað það gerir mikið fyrir mann að vera með gleraugu. Ég sérstaklega á sérði illa. Heldur betur. Það kemur fínn bolti þarna á hárninni og aftur finnst mér Nera ekki alveg lesa boltan ægilega vel. Nei, hún svona vantar aðeins að vera meira á tánum og tilbúin að hreyfa sig. Já. Hennar hlutverk er kannski líka bara svolítið meira smassa og blokka. Já, en það heldur betur búin að standa fyrir því í kvöld og í fyrsta leik líka. Sjálfsef að Jónu missi boltan yfir hérna. Það gefur aftur erfið boltar á Jónu og þessi endar í gólfinu. Kannski átt að gera bara aðeins einfaldara hérna Jóna. Bara háa hann bolta og... Já, en henn og aftur, Hákarliðið gefur ekkert eftir og þær eru alltaf inn í þessu. Æja, flott móttaka hjá Valdísi. Svo kemur Pála afturlínunni en vörnin í lagi. En þessi bolti í netið. Það er svona helsta fyrirstaða Háka núna er bara netið sjálft. Já, taka það í burtu. Já, hann var alveg örugglega til í það. Það er alveg áhugavert að sjá blankleik á nets. Það er auðvitað að smassa. Mun. Já, vel getur Jónu, hún keyrir eftir þessu bolta og þá var líka boltanum yfir í kjölfarið og Valdís, þetta gerur hún frábælega boltur upp á Neru, Nera skorar. Það var svona karakterstig. Þetta var gott stig, það var gott að fá þetta stig. Aðeins svona eitt baráttustig. Fyrst náttúrulega vel gett hjá Jónu að hlaupa hérna ansi utalan á boltanum, komum yfir og svo frábær vörnina hjá Valdísi. Þetta var svona stig gefa mér ekstra mikið. Já, þetta er bara hjálpar rosalega mikið. Sérstaklega illa gengur kannski. Já. Og já, ok, þeir ná að pota hann yfir, vel gert og kemur lauma frá Jónu. Já. En sýndi henni þarna hvernig á að lauma. Áfla enda búið að setja í einu þegar hún reyndi þetta hérna í annar rinnu og tókst ekki. Hún ætla sér að ná þessi í svona leik. Jóna, uppspilari komið með 8 stig. Það er þetta svakalegt. 6 úr uppgjöfum. En hún er líka alveg stórhættuleg á vellinum.
Þetta var, það eru fleiri sem kunna að lauma. Úff, þetta finnst ég, þetta elska ég. Það er góð lauma og það er bara að koma á færibandi núna. Sko. Þetta var alveg geggjað. Það sýnist eru uppspilara slagur í Augnablíkinu. Já, þetta var rosalegt. En á gott stíð að HK komnir í 7 stig núna, 3 stiga munur. Já. Þetta er alveg út, veit ég ekkert hvað er að gerast. Nera flottan bolta, vörðin í lagi. Aja, vel geta Valdísi, kemur Nera aftur og hún þrumar þessi gólfið. Eins og við settum kannski aðeins út á Neru áðan varnarlega séð en bara sóknarlega stígur hún varla feilspor. Sko. Nei, hún er búin að gera mjög vel í sókn í dag. Náttúrulega slá eitthvað í netið og eitthvað, það gerist bara. Já, það er samt búin að allavega mun minna að heldur en til að sjá gesturum. Það er búin að vera í vandræði með netið hjá okkur. Já. Og að lauma, þetta er vel gett hjá þeim. Og þessi bolti er... Nei, hann er í leik. Vel gert. Vá, þetta var hnit með bolti, þetta sást svona ekki mynd, en vá. Að þessi bolti hafi ekki farið í netið eða loftu upp er alveg magnað. Og þessi enda svo úti. Já. Þvílíkt stig. Ég bara... Boltinn sleikti hvern einasta krók og kema í húsinu hérna. Já, hérna hér. Ég bara held að það var ekki hægt. Nei, sama hér. Þetta var allavega ansi lítið gat sem boltinn fór í gegnum hana. Það var hárnákvæmt hjá henni í vörninni. Já, Gíja kann sitt fag. Það er bara þannig. Er þið ok? Spurning hvort að Valdís fá að koma inn eftir þessum vartinu og Gíju. Gíja brósir alveg út af eyrum, skiljanlega. Mun líklega að segja einhverja sögur frá þessu á bekknum. Þessi heppnin ekki með þeim þarna. Þetta er Káa líka, það átt að sagði hvað gerðist bara. Já. Þetta var alveg það fastu bolti, ég var alveg 100% á því að myndi skrúast yfir. En það er gott í þessu neti. Það er gott í þessu neti. Enda nýtt net. Já. Já, sjáum við áfram. Káa aðeins búið að klikka 2 uppgjöfum og... Já, Káa aðeins búið að klikka 3 uppgjöfum. Ég held að þessi hefur skriðið inn, hann er rétt út í honum. En það sér það, hann voru eiginlega allir mjög óákveðnir en það endur hann enga síður svo úti. Já, línuverðin er alveg með þetta hreinu. Já, svona að lokum. Já. Þetta er vel getið Pálu og kemur Nera. Jæja, það var krafst í boltan hérna og sjáu þið Valdísi, það gerir hún frábælega og svo kemur gott stig af Pálu. Þetta myndi ég eiginlega skrifa á Valdísi, frábær björgun hjá henni. Og held að þú megir alveg hrósa Valdísi líka. Já, fyrirgeðu, já, þetta var mjög vel gert hjá henni. Þetta var alveg geðveikt. Já. Pála algjörlega mögnuð að vanda, kom með 15 stig, eins og ég sagði, maður reiknar alltaf með 15 pluss á henni. Hún er komið 15. Ég var að segja hún endi í 18, 19. Já, ég hef ekki að reikna með því. Ég var aðeins að fylgjast með Reykjavík hérna á HK-vellinum. Það er verið að biðja leikli og hver er uppgjöf og hitt og þetta. Mikið að gera hérna á mér. Já. Fylgjast með. Já. Emil
að reyna að hafa heimil á þessu. Var þessu óvart eða? Já, í rauninni. Við sjáum hérna stigaskorið 15 hjá Pálu, 10 hjá Nyrru. Hérna sjáum við bara stig úr smössum. Þannig að sjá að 15 stig sem Pála er búinn að skora, það eru 13 úr hreinum smössum. Það er magnað. Rosalega vel gert. Líney með 7 hinum megin. Það er gaman að aðeins að rýna í tölfræðina, ekki bara pæla í stigaskoruninni. Og flottur bolti hérna, en gerir ekki alveg nóg vel úr þessu. Kemur Thea blokkuð, en já, mikil vandræði þarna endar á því að bolti fer ekki yfir. Það er verið að skrifa í skína að þessi bolti myndi endi ykkur svona rugli. Já, þetta var eitthvað, þetta var óða förðulegt eitthvað, allt saman. Já, það var svona vesen að báða. Já. Já, þá kemur Andrea inn fyrir Nyrru. Já, það er eins og segja, það er ótrúlega gott að það geta skipt Andreu inn. Hún eins og búin að vera vunni að vera líberó og við erum það með 2 líberó í eftirlínunni hjá okkur. Já, það var vel gert hérna hjá Theu. Já. Hann er að klóra boltan yfir. Já, eins og segja, svona, það er mikill blakheili í henni Theu og svona, hún hefur oft ekkert voðalega mikið fyrir þessu og oft meira bara svona vega á milli aðstæður og svo svona yfirleitt skilur hún þessu. Það er ekki alltaf bara negla. Nei, bara að gera einfalt. En það er hérna þjálfa frábært lið K.A. Splæsis. Þessi bolti er úti, sjaldséð. Já, þetta eru sjálfsögum mistök hjá Pálu að þarna eini blokk á mótinu og slær út. Já, hvað var hann að Pála þarna? Það var krefandi bolti, en bara flottur boltur á Helenu. Hún er að koma með 5 stig, flottur ásjá henni. Fín móttaka af Pálu. Ok. Kemur Thea. Frábær vörn þarna. Og svo kemur þetta stig hérna snýst af hávörninni. Hleypur á netinu og hann dettur í gólfið. Og hátekur Matti og Leikli. Hann er búinn að fá nóg. Já. 13-16, 3 stig í röðu HK og þannig að ég segi, mann er feimst alltaf K.A.-liðið vera með þetta en HK einhvern veginn kemur alltaf inn í leikinn. Já, vera svona, þetta er nokkuð yfir og rólegt bara hjá K.A.-stelpun núna. Finnst þú segja með yfir höndin alveg. En einhvern veginn HK kemur alltaf svona aftan að þeim og klórar sér upp bakkan og er bara komin alveg í hliðina þeim. Já. Þannig að það er aldrei að vita nema að það muni ná að knýja fram fjórðu hinu. En heilt yfir, eins og ég segi, K.A.-liðið er búið að vera sterkar aðilinn og Já, það er búin að vera svona, já, eins og heilt yfir bara betri í dag. Já, og væri alltaf mjög sterkt að klára hann leik 3-0 og sækja öll stigin. En ég segi, afturlíkinn með frábært lið í vettur og hann mun taka svolítið svona mikið og góða spilamennsku. Við ætlum að halda í þér. Já, það þurfa að taka öll stigin sem getur tekið. Þetta er flott stig hjá HK, enn og aftur Sóldís Björt. Komum við 6 stig og eins og segir, hún er bara
líklega að vinna sér sæti í byrjanleginu eftir þetta. Já, mér finnst bara skrítið hún væri það ekki, sko. Já. Mér finnst hún vera svona einn að sterkust fram og við af þeim. Vó, þessi var tæpurinn út til varan. Ég samt að þetta er svolítið magnað, við erum að tala svo mikið ásana hjá Jónu að samt HK með fleiri ása í leiknum. Það eru með 7 ása og KA með 6 og allir frá Jónu. Já. Það er náttúrulega fáar með jafn góðar uppgjafir og Jóna. Já, já. En við býðum ennþá til ás frá einhverju annari í röðum KA. Og þetta er vildur. Góður bolti upp á Gíu á miðjunni og Gíja skilar þessu. 3 stig hjá Gíu. Ó, heyrðu, þarna kom hann. Þarna kom hann svo bastum. Það þurfti bara að biðja þetta. Ég var alveg til að KA myndi fá 4 stig fyrir hann leik. Já, þarna sjáum við þetta. Hvítt á bláu, 7-7 í ásum. En, það kemur næsti. Keppnismannanskan Pála, hún vill að við vinnum í þessari tölfræði líka. Þá er skipting hjá gestunum. Já, frábær kafli núna því þessi HK að byrja að setja smá pressu á okkur hérna, búin minnkað í 2 stig en 4 stig í röð núna og þetta er aftur orðið svona tiltölulega þægilegt. Og aftur ás á Pálu. Þetta er það sem þú vildir, eða ekki? Jó. Ég sagði áðan hvað er það, 18 eða 19 stig. Það er spurning hvort hún toppið það kannski. Eitt er viðbúið að hætta svo bara. Já. Þetta er alltaf, ég segi, algjörlega frábær leikmaður, ótrúlega gaman að fylgjast með henni. Hún er líka bara svo skemmtileg karakter á velli. Eða bara yfir höfuð undan svo sem bara. Kemur Thea, en fín vörn þarna. Kemur boltinn aftur línunni, en Valdís með á hreinu. Kemur Pála hinum megin og aftur góð vörn og þarna er Thea Andrić. Först fyrir. Og ítir þessu niður. Já. Vantaði smá talandi þarna en að sleppa með þetta. Aftur kemur Pála og hún skorar. Já. 19 stig hjá henni. KA er 2 stigum frá því að klára þessa þriðjurinn og þar með leikinn. Þá gerum við breytingar. Kemur Emilja inn fyrir Gíu og Auður inn fyrir Pálu í uppgjöf. Já. Matteo hefur ekki viljað að hún fari yfir þessi 18-19 stig sem ég talaði um áðan. En já, gaman að aðeins að breyta til og leyfa stelpum að njóta sín þegar staðan er allavega orðin ansi góð. Já, það eru alveg með þetta í hendi sér bara. Nú það bara að klára. Fít bolti, já. Og vísna uppspil hérna en að sleppa með þetta, kemur Thea Andrić og hún klárar þetta listilega. 8 stig hjá henni, KA 24, HK 14, KA-liðið er bara einfallega að keyra yfir að núna 8 stig í röð. Þessi boltinn svo í netið.
Jæja, Sóldís fyrir gestina. Nú má ekkert klikka hjá gestunum, annars er K.A. búið að klára þetta. Já, jæja. Aftur verjustu vel úr þessu. Jóna, nei. Boltinn í leik. Þetta er til Andru. Og svo kemur Thea með hennan bolta ansi langan en það taka hann. Og áfram býðum við. Eftir þessu auðvitað vantaði smá talanda. Og hérna kemur flott smass. Og Þórdís Guðmundsdóttir með sitt 5. stig. Það er gefast ekki upp. Það er gefast ekki upp. Þetta hefur komið nokkur sinni í kvöld. Já. Andrea, nei, það er þess ekki. Og myndalinn ekki heldur. Þau káðið smá fund. Jæja. Skilur hún yfir, en áfram séns hjá HK. Fastu bolti og þær að gera þetta vel. Já, þetta er bara, það gera bara sem þurfa að gera. Já, núna erum við í smá vandræðum með móttökuna og HK er bara fjarm að okkur. Enda, ef það var ekki núna, þá var þetta bara búið. Já, þessi er úti. 5 stig í röð HK. Og þá skiptum við Pálu aftur inn. Og þau geta ennþá orðið 20 stigin hjá henni. Sjáum við ekki bara hennar góða móttöku og Emilíu að fá lokasmassið. Það var óskandi, nei það er Thea sem fær hann en var full utalega. Og hún klárar þetta frá engu að síður. Frábær hávörð hjá henni Emilíu Steindórsdóttur. Frábær í hávörðinni hérna. Hún fær ekki boltan í smassið, þá bara tekur hún blokkina frekar. Það kveikti í henni, hafa ekki fengið boltan hann klárar þetta bara svona. Já, þetta var virkilega skemmtilegt. K.A. vinnur þriðjurinn 25-19 og leikinn þar með 3-0. En eins og segir svona, kannski ekki endilega okkar besti leikur en svona í heildina samt bara flott að klára þetta í 3 hrinn. Já, klálega. Það voru náttúrulega hnökrar hér og þar í leiknum en þær komið einhvern veginn allt tilbaka og löguðu það og bara kláruðu. Já. Já, við höfum að sýna þetta hérna. Pála del Olmo stigast með 19 stig. Nera með 10, Thea og Jóna báð með 8 stig, svo er það Gíja með 3, Lovísa 2 og Emilía Steindórsdóttir með stigi sem að kláraði leikinn. Virkilega vel gert hjá henni og hjá gestunum þar var Líney, Inga og Sóldís Björt stigast með 7 stig. Þórdís, Helena og Heba Sól alla með 5 stig, Hanna María 4, og var Edda Björk, Rósa Dögg og Arna Sólrún alla með 2 stig. Við kíkjum östuðt á þriðju hrinnuna. 25-19 sigur K.A. Það var svona, það var frekar samfærandi sem stendur lokið. Við náðum bara 10 stiga forskoti rétt fyrir restina en HK náði aðeins að laga þetta. Já, mér fannst að kannski aldrei vera þannig í hættu þessi hrinna. Það var bara K.A. spiluðu bara örugt og bara kláruðu þetta. Enda sér alltaf þegar HK minnkaði þetta munin í 16-14
og maður svona pæla, ok, eru það að fara að ná enn og aftur að komast inn í þetta, þá kom bara 8 stig í röð frá K og sagði bara hinga ekki lengur og þetta er búið. Já, Pála náttúrulega með þarna 2 eða 3 ása í röð eins og baðstuð. Einu sem ég byggðum að við fáum allavega svona 10 ásæðileik, byggðu ekki lítið. Sjáum við þetta með leikin í heild sinni, K1 30, Smastika 26 og endanum var þetta svo sem svipa stigafylgdi úr Smössunum þó að K-liði svona, manni fannst það alltaf vera svona öfluri, það er að segja sóknarlega sig, en að kvikna kannski meira á HK-liðinu að leiða á. Já, sko, K kannski öflugur á sóknarlega sig en þá bara spilaði HK aðeins betri vörn á móti. Já. Algjörlega og það með þess að án þess að vera með líbero og það bara, mér finnst það það er bara alveg magnað að sjá þetta, sérstaklega hjá jafnu öflugu liði á HK að hafa ekki líbero en það kannski bara þurfti ekki, það voru það öflugar. Já, bara heilt yfir bara mjög flottar sko. Já, kíkum kannski á rétt í restina á hvernig þriðja hreina spilaðist. Sjá þetta K með svona 2 til 5 stiga forskot nær allar hrinuna og endaði svo hann á ná 10 stiga forskot rétt fyrir restina. Þannig að já, þessi 3 góð stig í hús hjá K-liðinu, stelpurnar að byrja veturinn vel og þið kalla megin, hvað segir þið í HK helgina? Já. Hvað segir þá í Fagralundi náttúrulega? Nei, í hvað heitir sem bíkarnir? Digranesi? Digranesi, já, það er svoleiðis. Þeir eru fluttir í Digranes, bæði kalla á kannan lið. Það er svoleiðis. Það er magnað, það veit maður það. Þannig að við getum svolítið alla sem að geta til þess að fylgjast vel með því. Allir í beinni á bli.is ef þú kemst ekki á svæði. Annars þá minnum við þá líka á það að það er bikarveisla í handboltan að byrja. Stelpurnar í K.A. Þór spila undanúrslit á morgun gegn FH. 20:30 í beinni á RÚV 2 og kemst ekki að Ásvelli Hafnarfirðinum og vonandi verða þær í úrslitaleik á laugardaginn 1:30. En já, kíkjum þessi örstuð á einstaklingstölfræðina. Það er nóg að fara yfir hérna. Neira Matalía 10 stig. Hún gerði 17 í þeim fyrsta. Það sjá það hún er að byrja veturinn af krafti. Hvað var að stigaskorun. Sjáum svo Theo Andrits, hún klikkaði ekki á neinni uppgjöf í dag en stóð heldur fyrir sínu í fyrsta leik. 8 stig í dag gegn 21 í fyrsta leik, það er svona kannski bara þurfti ekki að skora jafn mikið í dag eins og síðast. Nei, kannski reyndu ekki eins mikið á hana bara í þessum leik. Já, sjáum hann samt sko ungfrú stöðug Pála til Olmo Gómez 19 stig í dag, 17 í síðasta leik. Það er sko 14 sóknarstig gegn 16 í síðasta leik. 3 ásar núna, 2 blokkstig í kvöld gegn 1 og hefur klikkað á einni uppgjöf í vetur í þessum fyrstu 2 leik. Það er bara geggja. Þetta er bara geðveikt sko. Já, það er ansi gott að hafa svona leikmann í sínu röðum. Gía, hún náttúrulega spilaði það ekki síðasta leik. En sjáum hérna mitt 3 stig hjá henni. Svo sjáum við hér Jóna 6 ásar í kvöld, 2 í síðasta leik. Þetta hefur bara stigmagnandi hjá henni. Já, heldur betur, já, og talandi stigmagnandi, þarna var einmitt stigið góða í kvöld, það var Emilíu. Já, við kölluðum það. Ja, þú kallaði það, ég ætla ekki að stela þess að þér. Andrea, flott, Lovísa, hún var líka, hún er að fá stærra og stærra hlutverk í liðinu og það er bara jákvæmt, mér stóra nýta sensi mjög vel og alveg klárt mál að hún ná framtíðina fyrir sér. Já, alltaf 0 í öllu hjá Valdísi okkar. Við kannski finna einhverja tölfræði fyrir líberóna til þess að nýta betur út. Getur ekki gert svona eins og bara eitthvað svona broskall og fílukall og eitthvað? Já, hversu oft þú drullar við sjálfa í leik tölfræði því. En jæja Birkir, þetta var magnað, flottur sigur og ég þakka kærlega fyrir samfylgdina. Og já, við sjáumst bara aftur fersk í næsta leik hér á KT.
Takk í dag. Já, bless.